Finnur þessi 30 stiga sigur, það er aldrei sveiflur á káringum? Sveiflur, við byrjuðum hægt og hefur verið svona að koma hægt og rúla tilbaka. Okkur finnst ennþá við svolítið land, en þetta var vissulega stór sigur og kannski segir ekki alveg öllu söguna, mér fannst Snæfellingar oft spila betur. Það er bara svo þannig. Ingi sagði viðtalið við okkur að káringar væru líklega að sýna sitt rétta andlit núna, ertu sammála því? Já, ég meina, við höfum allan tíman haft trú að við getum eitthvað körfubolta og við vissum það alveg strax í byrjun að við værum svolítið eftir áætlun og þetta er svona að koma. Ég er ekkert sáttur ennþá, við ætlum ekki að fara að fagna einhverju sigrum í nóvember, en þetta vissulega jákvæðir punktar og það er gaman að geta að koma á heimavöll og tekið góðan sigur fram á fullt af fólki. Hvað varstu svona ánægðastu með? Ég er kannski svona sjálfstraustur að koma hjá liðinu. Náttúrulega Bandaríkjamaður minn átti sinn langbæsta leik í vetur og er alltaf að koma til. Mér fannst bara allar koma inn og skila sem er svolítið vant að undanfarna leikjum. Hvað svona tekur með út úr þessu leik kannski í næstu leiki? Er kannski sjálfstraustið komið með svona sigri? Ég tek svo sem ekkert eitthvað mikið úr þessu leik. Þetta var bara einn leikur á mörgum og við þurfum ekkert byrja að slaka á núna. Við þurfum að vita af hverju okkur gekk vel. Við lögðum hart á okkur og við erum búin að gera það æfingum. Það skilar sér leikinn. Leið og við þurfum að slaka á, þá koma hinleginn bara og rúlla yfir okkur. Þið sýndu þessu leik að þið spilið fengið góðan körfubolta þegar sá gáttinn á okkur? Já, ég menn það vissi það allir að þetta er velmannalið og það eru fullt af stelpum sem hóp sem kunna að spila körfubolta. Þannig að fyrir mér var eiginlega bara tímaspil hvernig myndum við fara að sýna allavega eitthvað jákvætt eftir bröðsögu og byrjun. En ég tek þetta og hlakka til að halda áfram.